Visbó unglingamót á vegum unglingastarfs Íslensku Kristkirkjunnar. Það haldið í ágúst á hverju ári. Þetta var fyrsta Visbó mitt sem unglingaleiðtogi. Aðdragandinn á mótinu var langur og við vorum lengi staffið að undirbúa mótið og skipuleggja það. Stuttu fyrir Visbó fór Sara með fjölskyldunni sinni til Spánar og þegar það er svona stutt í mót þá mestu undirbúningurinn í gangi. Maður að leggja lokahönd á mótið. Það var erfitt að vera í sitthvoru landinu en þurfa samt að taka svona stórar ákvarðanir saman. Þannig við vorum í símasambandi mjög mikið og það var ekki auðvelt. Þegar við komum á Eyjólfsstaði og Visbó hófst svona formlega, þá fóru að gerast alls konar litlir hlutir sem höfðu áhrif á mig andlega. Mér fannst svona eins og ýmislegt í sambandi við mótið var að klikka og það gekk ekki eins vel og ég var að vonast til að myndi ganga. Og svona hélt þetta áfram. Í rauninni allt mótið. Það var alltaf eitthvað að koma upp á en ég lét það ekki stoppa mig. Það svona að dró mig niður en ég hélt alltaf áfram og barðist í gegnum þetta og þetta var ekki eitthvað sem sást endilega utan á mér nema kannski staffið tók eftir í því að við ræddum hvernig það búið að ganga. Þetta mót í sjálfu sér var snerist svolítið það held ég hjá öllum að berjast á móti hinu illa. Djöfullinn vill oft berjast gegn okkur þegar allt gengur vel og það var svolítið þannig á Visbó. Það var að ganga vel, mótið í heild sinni og maður sá að allir þátttakendur á mótinu voru að njóta sín á þessu móti og það var akkurat á stað sem að djöfullinn ákveður að taka svolítið völd en tók líka eftir því að í gegnum allt mótið þá var svo góð heild og við vorum öll svo samstiga í þessu og við fundum öll fyrir því. Þetta var svolítið svona, við berjumst bara gegn, við gefumst ekki upp. Og það var svolítið það sem hélt mér gangandi. Og þetta var magnamót á heildina liðið. Og það eitt vers sem ég dró, gaf mér svolítið spark í rassinn ef ég má segja það, og hjálpaði mér að takast á við mótið. Og það Sálmur 55, vers 23. Varpa áhyggjum þínum á Drottinn, hann mun bera umhyggju fyrir þér. Hann mun eigi að eilífu láta réttlátan mann verða valtan á fótum. Guð lætur okkur ekki gangi í gegnum hluti sem við getum ekki tekist á við. Og það bara svolítið það sem ég lærði á þessu móti. Að sama hversu mikið ég var dregin niður, að þá lét ég það ekki sigra. Á endanum þá unnum við unnum þetta mót og það var frábært og það voru allir mjög ánægðir eftir mótið. Ég hlakka til að fara á Visbó næsta ári og takast á við nýtt mót og ef þú ert á aldrinum 14 til 20 ára þá mæli ég hygglust með að koma. Það geðveikt gaman.